Hljóð mjög náskylt rafmagni. Ég háður rafmagni til þess að geta fengið allt hjá mér til þess að virka. Lögmálin eru nákvæmlega þau sömu, hvort við erum að tala háspennu rafmagni eða lágspennu rafmagni, tækjabúnaðinum okkar. Ljósi væri eiginlega bara ekki neitt án rafmagns. Þú þarft að þekka svona basic hugtökin og svona grunnþekkingu í rafmagni og vita bara út af hvað þetta svona beinlínis bara gengur. Hvað gerist þegar hljóðu lendur á hljóðnema? Hvað gerist eftir það? Það gerist heilmikið sem að í rauninni bara rafmagnsvæði tengt. Þannig að rafmagn fyrir mér, ef ég var ekki með rafmagn, þá sæti ég bara alla daga og bíði eftir að eitthvað gerðist. Það myndi ekkert gerast hjá mér. Þetta draumastarf að mjög mörgu leyti, af því að maður alltaf að fást við nýjar aðstæður. Maður vinnur mikið með skemmtilegu fólki, fær að fikta í fullt af skemmtilegum græjum og maður alltaf að díla við nýja hluti. Strákar og stelpur náttúrulega sem fara í rafeindavirkjun, þau hafa svona gríðarlegan áhuga á bara þessu allra innsta í hverju einasta tæki sem kviknar á. Og það náttúrulega, því að eins og með okkar búnað eins og annan og búnaðin í þessum geira, þá náttúrulega þetta gríðarlegri notkun og gríðarlegt álag á þessu og bara talsvert mikið viðhald og umsjón með svona tækjum sem þarf að fylgjast með og það þarf að halda þeim gangandi og það þarf að gera við þegar þau klikka. Þetta bara enn einn ánginn sem að rafvirkjar og rafeindavirkjar geta verið að teygja sig út í. Framtíðin bara algjörlega opin blasi, þetta eru svo örar og skemmtilega breytingar.